Það er komið að aprílleiðsögn fyrir Vog. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla. Svo takið til sín sem eigi. Við dembum okkur beint í lesturum. Við byrjum að tök hvaða Vog ég er að tala við. Fáum uppákomur, viðburði, ögranir og leiðsögn fyrir Vog og líklegustu framtíð. Kæra Vog, þú hefur síðustu misseri og þetta spannar vel síðustu ár, sérstaklega síðustu 2 árin, að þá ertu búin að vera svona statt og stöðugt að sleppa frá þér einhverjum alls konar svona gömlum sársauka, gömlum raunum, einhver gömul skel utan á þér sem að þú þarft ekki lengur, þú ert einhvern veginn að vera svona svolítið að vinna með sjálfa þig bara lag fyrir lag, svolítið svo lauk, að toga alltaf utan af þér gamlan sársauka, gamla raunir, gammalt hugafar sem að tilheyrðu þér ekki lengur og ert að losa allt frá þér og hefur verið í þessu fasa í svolítið tíma. Og í dag þá er svona, finnst mér eins og ég að velta því fyrir þér, og hvað svo? Hvað svo? Búin að vera í þessum heilunarfasa, þessari sálrænu tiltekt, búin að vinna rosalega mikið að sjálfur þér, leggja mikla vinnu og oft mjög erfiða vinnu í sjálfa þig. En núna er spurningin, og hvað svo? Til hvers var öll þessi vinna? Bara jú, vissulega, þá er aukin vellíðan, en í hvað átt á svo lífið að fara? Það er svona eins og núna sértu svona, séð þið fara að lengja eftir næsta kafla eða breytingum eða svona stíga inn í farveg sem að þar sem þú fær bara virkilega að njóta afrakstursins. Þú ert vissulega búin að vera að blómstra, en núna er þetta svona núna vil ég bara fá að njóta. Núna vil ég fá ævintýr. Og það sem er framundan núna næstir, það er svolítið verið að ýta við því að þú takir bara svolítið stjórnina. Og þú takir stjórnina að þú ákveður hver næsti kaflinn í þínu lífi eiga að vera. Að þú takir bara mjög afgerandi skref í þá átt sem þú vilt fara og bara framkvæmir, að þú gerir. Af því að þú ert búin að læra það núna, þú ert stjórinn í þínu lífi, þannig að þú verður þá að haga það þannig. Það er svolítið þar. Og það er komið að því, það er svona næsta áskorunin þín er bara, nú ræður þú og þú átt að velja hvert þú ætlar að fara. Ráðleggingin þín er einfaldlega þú sjálf. Vertu þú sjálf í einu og öllu. Vertu alltaf einlægt þú, hlustaðu alltaf á innsæið þitt, gildin þín, hver þín sannfæring er, farðu eftir hjartanu og magatilfinningunni, taktu sénsinn að því að þó að þér takist ekki alltaf, að þá samt, það er svo allt öðru segð að takast ekki ætlunarverki þegar maður fer eftir eigin tilfinningu frekar en ef maður fer eftir annarra manna ráðum og það tekst ekki, það er eitthvað svo miklu súrara. Farðu eftir þínu hjarta. Já. Það er hérna aðstofamaður mættur, herra gæðastjóri. En vertu einlægt þú í því sem þú tekur frá hendur, fylgdu innsæinu þínu og magatilfinningunni. Heyrðu.
og láttu hjartað þitt ráða för. Að því að síðan það sem er framundan upp úr því. Afsakið, gamli minn. Þú átt ekki að leggjast bara niður hér, sko. Sjáum hvort við getum ekki gert það er bara svona, allt í lagi. Heru, ég færi þá bara spilin og þú fær bara að liggja hérna. Já, það sem var síðan í framhaldinu að kjölfara þessu, það er að þú ert að fara upp á við. Það er að þú ert að fara vegferðina þar sem þú ert skref fyrir skref að fara upp á við, að mæta áskorunum þínum, að rækta það sem þú vilt rækta, að stækka og auðga lífið þitt. Að öll vinnan sem að þú ert búin að leggja sjálf þig síðustu árin, sérstaklega síðustu 2 árin finnst mér, það er að færa þig núna í svona upprísu tíma þar sem að þú í svona eiginlega dundrar út hverju successinum að fætur öðrum. Og við skulum fá smá auka einsýn hér. Þetta er búið að vera löng leið, löng vegferð og fyrir mörg ykkar þá í rauninni komuð þið einhvern veginn inn í þessa vegferð, byrjuðu þessa vegferð svolítið bara snipp og snauð og með eiginlega ekkert nema bara fötin og klæðin á bakinu og lítið annað. En svo sannarlega þá er núna tromman byrjuð að slá, það farið að slá eitthvað takt sem segir áfram, hvað nú, við þurfum eitthvað, það er eldur að kvikna innan í þér og hann þarf eitthvað farveg, eitthvað útrás. Og aftur kemur, þú ert stjórinn, þú ræður, það sem þú vökvar, það vex og þú getur vökvað allt sem þið dettur í hug, þú getur skapað það sem dettur í hug, þú ert á ofboðslega góðum stað. Þú ert í blómstrun og þú getur haldið því áfram. Ekki hafa áhyggjur, sérstaklega ef það er eitthvað áhyggjur af þessu veraldlega fjármálum og þess háttar, ekki hafa áhyggjur af því það leiðréttir sig alltaf. Ég meina, jú, ok, ekki gera einhverja skissur, ekki vera... ekki taka einhverja rosasjansa og ekki fara illa með peningana þína, en hins vegar þegar kemur að þessari uppbyggingu fyrir sjálft þig, þá er þér alveg óhætt að setja efni í það, bæði hvort sem er peningar og orka, þér er óhætt að setja efni í það, að það skila sér tilbaka, það jafnar sig út. Við erum ekki að tala hér að fara og spreða kreditkortinu út í búð, heldur eru að tala að þú fjárfestir í þér. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur af því. Og hér, þegar þú ert í þessum uppleið að fara upp á við aftur, jú, það ögrar þér. Það ögrar alveg hjartaðinu, hjartaðinu sem á einhverju tímapunkti brast og brotnaði hérna áður í rauninu upphafið af þessari vegferð og forsendan fyrir því að þú ákvast að fara úr þeim aðstæðum eða breyta lífinu eða hvað sem það var að halda af stað í þessa heilunarferð þína, að það ögrarlega, þú munt alveg finna fyrir að örin segja til sín, en að það er einungis gert til þess að munir hvaðan þú ert að koma. Að þú sjáðu hvað sárin þín hafa gróið og gróið mikið og gróið vel. Sumstaðar eru einhver ör, vissulega, en sjáðu hvað þú ert allt annað en það sem þú varst og hvernig þín viðbrögð, þín hugsun og hugafar hefur breyst frá því þessi sár náðu til þín fyrst. Þannig að það er allt upp á við með því. Og í lokin ætla ég að fá héðan eitt spil til að taka heim og saman. Öll skilabóð hér, má sjá.
og það hér spilið gríf, sorg, öllu heldur að syrgja, sem segir opnun á hinn náttúrulega farveg til þess að heila missi. Og það rauninni þar sem kemur þetta sem við erum að tala um, þú ert að yfirgefa, þú ert að klára þennan heilunarfasa og þú ert að stíga út úr því og yfir í næsta kafla. Það er alltaf svona pínu skrítið að fara í kaflaskil og maður stundum saknar þess að vera og þú er ekki sleppa þessu fasa þar sem er búið að vera svo mikið að gerast. En hins vegar þá er þetta líka, eins og ég sagði, að vera að sýna þér, sjáðu örin þín og sjáðu hvað hefur komist langt frá þeim og bara síðan að þetta voru sár, sjáðu hvað hefur komið langa leið. Og það að leyfa sér að syrgja, kveðja sársaukann sinn, þetta er náttúrulegasta leiðin okkar til þess að heila, þannig að við þurfum stundum bara að veita tilfinningunum okkar sársaukanum viðurvist, leyfa okkur að syrgja þær og gráta þær og þá fá þær að fara. En þá ætla ég að segja þessari lesum lokið. Ég vona skilaboðin rati sönnu rétt til þeirra sem að þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.